stundum bara þótti mér vanta ekkert annan gítar en þá kemur nýtt líf með nýjum gítar. Við erum bara að byrja þér. Já, ok. Hvað sér, Ég bara að segja, tala að breyta kannski og bæta við. Þú veist, og skynsemi segir manni, maður horfir á þetta eitthvað svona eins og endurskoðandi eða eitthvað. Kannski ekki alveg tími núna að bæta við annari kameru og nýju backdropi og kannski smá lýsing eða hvað þú ert að pæla. En ég segi kilt á það því að oft þegar maður er orðin eitthvað maður er lengi sama og ég er svo oft það er betra að kaupa ónýtan gítar eða það meikar ekki, ég á fullt af gítarum og það meikar ekkert sens fyrir mig ef þú verið mamma mín og ég myndi segja mamma, ég hugsa maður að kaupa mér nýjan gítar, ég er svolítið spenntur það bara átti ekki nóg og ég á alveg nóg en það kemur eitthvað líf með nýju drasli og maður fær nýjan áhuga og það er annars sound og enginn heyrir það nema ég og KK eða eitthvað skilur en þá endur nýjast eitthvað maður svona, djöfull, þetta er málið og ég þarf að veðja ný kamera og eitthvað ljósana bakveg, ég veit ekki hvað allar að gera en að það lífgi þig upp. Ég ætla bara, þess vegna læti ég þetta fara í loftið til þess að ég sé að setja pressa á mig að gera það. Já, maður. Ég er alveg sammálaður, við vorum að ræða þessum svona hausinn hérna áður en ég kveikti. Já. Hvernig hausinn er ekkert alltaf best fyrir að vita hvað er gott fyrir mér. Hausinn er búin að ákveða, já, þú getur alveg breytt þessu öllu en það verður alltaf alveg eins. Já. En þú verður að prófa það og það verður kannski bara ekkert eins. Nei, maður á aldrei að hlusta sjálf á sig. Það er alltaf að fara gegn öllu sem þessu haus er að segja manni. Ég er aldrei búin að komast að því. Já, mín reynsla allavega og ég reynir stundum aktíft að gera það. Þú veist, ef ég fæ svona tilfinningu þetta er alltaf mikil klísi, þetta er hallærislegt. Þá er einhver önnur hliðarödd sem segir, gerðu það. Þetta er málið, ekki hlusta á hann fávita sem maður er alltaf að reyna að snoppa fyrir einhver bullshiti. Nákvæmlega. Ég var að hugsa þegar ég fór á Kaleo tónleikana fyrir norðan hann sko var einmitt að skipta gítara og skipta föt og þá hugsa maður einmitt þetta skilur að þegar þú ert farin að segja við sjálfa þegar dítailandi skiptir máli þá er eitthvað, þú veist aldrei hvenær lífið verðlaunar þig fyrir að þú ert þetta er svolítið svona, ég veit ekki hvort að ég er í ruglunum með þessa pælingu sko með að þú veist að hver ertu þegar enginn sér þig sko nema Guð og það er svona, ef þú ferð að láta dítailana skipta máli, þá getur þú leitt eitthvað nýja orku og læðingi, sko. Já, algjörlega. Þetta er bara endalaus leit og, ég myndi bæta við þetta og reyna að elska mistök. Að leyfa sér það, að leyfa sér að kúka upp á bak, að því að stundum, maður er náttúrulega tímabil í öllu lífinu, en stundum maður er svona aðeins og var sig og hræddur að prófa eitthvað og og svo gerir maður eitthvað tilraun og það klúðrast það er ekki eitthvað það er ekki gegn að maður finnst það sjálfur leiðilegt að hallærislegt eða eitthvað en maður verður að prófa allt algjörlega og þá finnur maður góðu hugmyndinar en ef maður ætlar að bíða eftir góðu hugmyndinni þá getur það alveg eins parkera bílnum og bara settir eiginni á, nei, tjókar. En maður verði, allan í mínu tilfelli, ég ætla bara að grínast. En þú veist, skítum á baki er blessun, sem myndi ég segja. Nei, það er svolítið. Það er svolítið, og ég held að, auðvitað er alveg til undantekningar, það er til, ég dáist alltaf að þeir sé svona fólk sem eru bara dúerar og bara ofhugsa ekki hlutina, en ég held að flest allir tengja aðeins við þetta svona, maður segir svona, paralysis by analysis, sko. Að einhvern veginn að ofhugsa hlutinu og leyfa sér ekki bara að láta flakka, gera mistök. Að því að svo auðvitað að horfa í baksýnisspegilinn og fatta að mistökin voru það sem að ég græddi mest á. Já. En ég er ekki samt til að gera næstu mistök. Nei, ég veit það. Já, maður lífur svo mikið að sálega það er alveg geggjað. Hvernig er ég spurði þig, að ég heyrði þér í símanum aðeins áðan og þú varst að koma að vinna beint úr giggi. Já, ég fór á æfingu klukkan 10 morgun. Æfa fyrir Magga Eiríks svona hátíðatónleikar í Hörpunni á morgun ég veit ekki, megum við tala um hvaða dagur er í dag eða er þetta eitthvað og það verður samt tónleikarnir verða búnir þegar þetta fyrir lótið bara geggjað og svo fór ég beint að halda tónleika
fyrir fyrirtæki í hljómskálunum þar sem ég búin að vera í sumar. Þannig ég held heila tónleika það núna í hádeginu og þetta svona, ég held að sjáist nú ekki en ég kúsveitur. Akkur Dolly Parton? Hún mér finnst hún eina af þeim bestu. Já. Bara ógeðslega kúl. Og vinur minn, Jón, gaf mér þessu húfu, við vorum saman í Nashville daginn og mér finnst hún svo með þetta í bílförmum, þessi stelpa, eða kona. Já, einmitt. Ég að reyna að rifja upp núna svona helstu lögin hennar, Hugsaðir, hún sat á skrifborði í Nashville, hún var höfundur uppalega, hún veist bara lagahöfundur, ekki flytjandi. Þú veist, það erfitt að ímynda sig það. Hún bara mætir á mótnana í gamla dag, þá voru höfundar sömdu lögin og svo flytjendur fluttu lögin. Alveg rétt. Og hún var bara að vera í vinnu við það að semja lög og á mótinni satt hvað heitir hann, Willie Nelson. Já. Hann var líka bara höfundur. Þá var hann til dæmis að semja lagið Crazy sem allir þekkja. Crazy, crazy for feeling so. Ógeðslega flott lag. Þau sitja á móti hvort öðru á skrifborði í ykkur kjallarahóli í Nashville, það sem publisherinn sem svona sá sem að borga þeim pening, fyrirtæki sem að fær svo lögin. Og hugsaðir, þessar tvær hetjur eru bara 20 og eitthvað að skrifa lög allan daginn, geggjaði meistarar, bæði tvö. Svo fer hún seinna að vinna í sjónvarpsþætti og þar fær hún aðeins að stíga fram sem hún svona eiginlegt sidekick hjá okkur, ég man ekki hvað þátturinn héta, það var ekki eitthvað sem við Íslendingar þekkjum, en var og þarna var stjórnandinn var orðinn gamall og kannski byrjar að feita út, var ekki alveg current eða þannig, var ferskari hlutir að gerast í sjónvarpinu. En hennar stjarna byrjar að rísa og hún tekur annars lagi lagið með honum og í gegnum nokkur ára og allt í einu svo fær hún að taka sín eigin lög og þegar hún kveður hennar mann að því að gekka á ýmsu og hún var hjá honum í held að vera 6 ára að þegar hún allar að kveðja hann og búin að ná að rifta þessum samning og koma sér undan þessu í stuttumáli, ég reyna að summa þetta saman, að þá semur hún í kveðjuskinni lagið I Will Always Love You sem að Whitney Houston gerði svo frægt. Já, og flutti það í síðasta þættinum fyrir hann mann. Fáránlega falleg kveðjustundu við mann sem að var að ykkur leiti kvalæri hennar og mentor sem oft ég fer bara gæsa á þetta tala þetta. Og kveður hann á svona hrikalega fallegan hátt og ekki bara það hún semur það lag heldur semur hún líka 9 to 5 sama kvöld. Sem að allir það, ég held að allir það ekki Working 9 to 5 just a way to make a living og hitt ef að fólk þekkir það ekki and I will always love you það er rosalegt og geðslega flott lög og þetta gerði hana einni kvöldstund. Ég þarf að fara í gegnum katalóginu ræðir. Það gott podcast að þið verðum nú í þessum heimi sem heitir Dolly Parton's America. Það bara 5 þættir og svona smá NPR ef fólk þekki það svona unnið podcast klift og NPR er ekki ríkis ég held að þeir gera þetta ekki en það er svona það sá stíl svona þú veist það að podcast sem er svona unnið þú veist það eru 3 pródúserar og skriftari og þú veist þetta er svona það er 1 pening í þetta þannig að þetta er skemmt virkilega ég mæli með Dolly Parton's America. Ég er að tjekka þessu. Svona skoða Ameríku í gegnum hana. Willie Nelson, ég held að ég ekki örugglega að fara rétt með hann því ég held svo mikið upp á Snoop. Já, þeir eru svona hassbræður. Já, hann sagði að því hann náttúrulega vel duglegur í grænastöfinu Já. Hann sagði eini gæinn sem að gat reykt hann undir borðið var Willie. Bara allir aðrir átti ekki breyki Snoop. Willie gat reykt meira kannabis en Snoop. Já, það má þjálfa alla vöða Það ekki. Hvernig þú segir Nashville, ég hef ekki komið til Bandaríkjanna núna síðan 2018. Þá hafði maður mest verið í New York og LA og eitthvað svona, en nú er Texas og þegar þú segir Nashville, ég fann að þrá svolítið að sjá þessa hluta af Bandaríkjanna. Já, Bandaríkin eru náttúrulega marga þjóðir í einni þjóð Þannig að ég keiri eins og þvert yfir
eða siksakkaði yfir með vinum mínum og maður spila og það svona lítill skrítin túr fórum frá þú veist hvað var það, New York til LA og svona upp og niður og ég hef nokkuð sem túra Evrópu og þar náttúrulega finnum maður á tungumálunum þú veist, maður fyrir einhvern veginn Bretland, yfir Frakkland, Þýskaland eða eitthvað, maður finnur að þetta eru skildlönd en alltaf nýtt land, nýtt tungumál og það eiginlega sama í, þú veist, Ameríku það er alltaf kolruglað á skrítiland þú veist, ef maður er upp í Washington svo keyrir maður kannski niður í North Carolina eða South Carolina það er bara allt annað þetta er bara annað fólk Hvernig er að vera í Nashville? Nashville er rosalega skemmtileg borg þetta er náttúrulega tónlistabær og alist upp og fær stolt sitt af músík þannig að þú veist og það er mikið af geðveikum spilurum og þetta er svolítið svona eins og í LA eða Los Angeles þar sem allir eru leikarar þú veist, allir sem þjóna til borðs eru með draum í maganum eða handrit í maganum og það er svipað í Nashville þar eru allir sem maður hittir eru í músík það er svolítið Já, og þetta er lítill bær, krútlegur og þetta er ekki mikið háar byggingar og tempóið er næs þetta er stór borg í rauninni en tempóið fannst mér komur og óvart það er svona ennþá sveitó-fílingur menn í smekkbuxum að svona góðan daginn og bjóði upp á spjallið og ekki eins mikið þykistu ógeð eins og er víða í Bandaríkjunum svona, sem stuða með alla svona how are you? sem veist það svo falskt og ömulegt en þarna fannst mér að annað attitút meira sveitó og meira alvöru Já, einmitt Hvernig er það einmitt að því þú segir þetta með menn eru til í spjallið ég hugsa oft þú veist, það er svona pínu stundum svona eins og sé svona smá ósýnilegt streitu-ský yfir stórborgum og Reykjavík alveg þó þetta sé ekkit rosalega fjölmenn borg, þá er það einmitt þetta það er allir það busy að þeir ekki alveg til í spjallið Já, en þú veist, hvernig er það því, svo við færum aðeins yfir á Ísafjörð Já Er ekki allt annað tempó þar? Jú, það er náttúrulega, veist, það er náttúrulega, hver bær hefur sitt tempó, finnst mér. Og jú, það er allt annað tempó og veist, við byggum lengst í Súðavík sem er rétt hjá Ísafirði, 20 mínútur frá í bíl og veist, þar búa 120 manns til alla með og þú veist það er náttúrulega annað tempó, ég fann það, við fluttum í bæinn 2011 hjónin, fylgir til plötu og ég fór aðeins í svona meistarnám í háskólanum, eða listaháskólanum og þá fann maður rosalega, komum frá Súðavík með 2 krakka í Vesturbæinn, þú veist að skuttla einhvern veginn á sikkert staðinn krakkunum og svo konan í vinnu, ég í skóla og svo var maður strax einhvern veginn að fara aftur í maður var einhvern veginn eins og maður væri sendill hjá sjálfum sér og það bjóð til kannski, þú veist sem að væri send, þetta er vel orðað Já, þú veist það bjóð til ykkur svona tókstyrtið í manni sem að, þú veist maður verður svona aðeins uppkerður og kannski aðeins svo margir kaffibollar og þetta er náttúrulega þetta barnalíf, þú veist að láta allt gangu upp og samt vera að skaffa pening og vinna og gera og græja og vera til eiga vin og svona, þú veist, ég man að þegar við ákveðum svona eftir að ég kláraði þetta nám, þetta var bara þessi vetur 2011-12, bara förum aftur vestur, þú veist, við hefum ekki lykil á húsin okkar þar eða áttum aldrei og það er bara opið, krakkarnir þekkja alla hina krakkarnir, það getur bara farið út og inn þegar við vilja og við þekkjum alla nágrann okkar og þú veist, þið geta labbað með ömmu í skólan bara 200 metrar og sjálfur og þú veist, ég er með vinnuaðstöðu bara svona samtengt húsinu algjör draumur, þú veist, þannig að ef ykkur þurfti plástur þá var alltaf hægt að hoppa til pappa en annars var annað flæði og svona sveit og maður gat, þú veist, lifaði í þeim tíma, þú veist, það var ekki einhvern veginn tauga á alla að fara á okkur fótboltaæfingu og þú veist, svona stóðdótari skilur við sem að fólk verður náttúrulega að gera, ég skil það en ég man að það var svona rosalegu munur að fara aftur
til Súðavíkur, 2012. En ert þú Ísfirðingur eða fór sá stimpill á þig bara út á konunni? Já, þetta bara logið upp á Ísfirðinga. Okay. Ég ætlaði að vera þarna, ég var að klára B.A.nám, var í skóla í London, hljóðupptökuskóla og átti bara ritgerðan eftir og sko, ég veit ekki hvort þetta er skemmtileg það, en ég skal reyna að pakka inn fyrir þig. Var ég í skólanum, svona upptökunám, að læra alls konar svona upptökudæmi og músík og það var átti laptop og þá voru ekki til hljóðkort fyrir tölvur yfir höfuð nema það kostar svo mikið, það kom að markað hljóðkort sem heitir VX Pocket og ég sá að það var eiginlega akkurat summan sem ég fekk inn á bókina þá sem var síðasta língreiðslan þannig að peningur til þess að standa undir náminu og leigu og svona og ég tók bara stökki, ég kaupi þetta hljóðkort, ég hef búin að lesa Aphex Twin og Björk áttur svona hljóðkort þetta er fucking nútíminn, ég ætla að hoppa á það og sá fyrir mér og sem raungerðist að ég geti bara fengið að krassa hjá bekkjarfélögum og vinnum, bara í sófum þetta síðasta hálfa ár svo var ég kannski aðeins lengur og kláraði ekki þessar ritgerð og svona og henni kláraði námið en ég átti ritgerðan eftir og að kynnast bara svona geðveik sena sem að svona rafmagns elektronik sena sem var í gangi og ég náði aðeins að detti inn á eignaði svona mentor sem ég fekk að túra með og abettir og en ég átti þess að ritgerð eftir og pabbi hringir í mig og ég held að hann hefði átt að ágjöra að ég væri í rugla því að ég var alltaf á nýjum stað, þú veist, þetta síðasta hálfa ár þegar hann heyrði í mér og þá, hvað ertu núna? Varstu ég á Petro í síðustu viku, nú varstu ég á Angelu, varstu ég á Joshua, hvaða rugl er þetta eiginlega? Og svo endan þá splæsti hann í flugmiða heim til Íslands og aðalegði vestur þá var hann nýfluttur á Ísafjörð, hann alinn upp í Bolungavík en við fjölskyldan hefum búið allt Ísland og í útlandu líka. Þannig að þá ég eiginlega finnst mér að koma vestur í fyrsta sinn og ætlaði að vera í 2 mánuði að skrifa ritgerð og klára þetta nám. Gerði það en kynntist Rúnu, konunum minni og þannig að þessi 2 mánuðir urðu 20 ár, hvað svo leiðis. Það var ekki aftur snúið? Nei. En þannig ég semst að gefa út mínu fyrstu plötu og það límist á Ísfirðinga, ég sé, veist það því að það voru blöð gefin út þá, þetta í gamla dag og þá voru blaðamenn að hringja skilur ungi Múkisson á Ísafirði, því ég var alltaf á Ísafirði sko, hjá Rúnu og svo flutti ég alltaf inn á hana og veist, við byrjuðum okkar líf þannig að það límist á Ísfirðinga, ég sé Ísfirðingur, ég er alveg stoltur Ísfirðingur í dag, ég hef ekki búið jafn lengi á neinu stað eins og fyrir vestan og sérstaklega í Súðavík, við vorum, ég held ég 17 ári í Súðavík og svo fluttum við í COVID-19 yfir Ísafjörð sem var yndislegt. En hvernig einmitt sko að því að ég skil svo vel ef maður alin upp í svona bæ. Já. Þú veist, ég núna eftir því sem ég verð eldri, þá þetta að fara að toga meira í mig einhvern veginn að fara út fyrir borgina. Já. En maður þarf að yfirvinna, ef maður alin upp í borg eins og ég, þá eitthvað svona pínu FOMO. Já. Þú veist, ég svona mikið búin að kortleggja þetta sko, að ég, þú veist, þekki fólk sem í New York og London og svo fer að spurja hvernig lífið þitt og myndi taka 1 ár hjá manneskju sem býr í New York þú veist, þá fórum kannski á 9 veitingastæði og þó það séu heimsklassa tónlistamenn í hverri viku þá fórum kannski á 1 konsert og þú veist, og in the end þá var hún kannski að bara gera álíka fullbreytta hluti eins og einhver sem býr í Vestmanni en einhvern veginn feelingurinn að þú ætti með alla sem möguleika. Já. Þannig að maður þarf svolítið þegar ég kem inn í svona lítil þorp eða bæi, þá þarf maður svolítið að droppa því þessum draumum að maður eigi alltaf alla möguleikana, en svo ertu ekkert hvort sem að nýta þessa möguleika, hann eiginlega bara þvættingur sko, að því kosturum við síðan að búa í litlu bæir eins og segir sko, allt í hennu Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.